Góðan daginn. Herðu, stór dagur í dag. Án efa stærsta sending sem Sassi hefur tekið að lenda í hús. God damn. Já, ég myndi nú hjálpa þeim að tæma brettið en bara ég má ekki lyfta neinu eftir þessa aðgerð þannig að sem ógeðslega erfitt út af því að þú veist, ég held að ég get alveg léttilega hjálpa til en það verra að rífa upp sauma og eitthvað svona innvortis stót þannig að plús það að Anita vill ekki að ég gera eitthvað svona en þetta geggjað. Geggjað. Allt saman. Allt komið? Já. Vá, hvað er það? Þetta er svo jólinn. Og höfum við aldrei tekið inn svona mikið. Herðu, nokkrum tímum seinna verði að viðurkenna að Anita er búin að standa sig fáránlega vel. Búin að tæma alla þessa kassa hérna. Og þetta er ógeðslega mikið magn. En, já, svo bara að reyna að koma þessu einhvern veginn fyrir. Nú sagðist hún alltaf að hitta systur sína. Því að systur Geggjað, hennar. geggjað. Fáum okkur kaffi. Herðu. Hæ, Rannja minn. Já. Skellur dagsins fær innstungan við þvottavélina og þurrkarann. Í gær blossaði upp einhver rosaleg táfílu, skítafílu lykt og við föttuðum ekki alveg hvað það var. Pældum ekkert í því svo kvöldið þegar ég ætla að opna þvottavélina, kemur í ljós og hún virkar ekki. Ok, hvað gerðist? Innstungan hvað segir maður, kveiknaði í henni, bráðnaði. Þannig að það sem er í gangi núna er að vera með rafvirkja. Hann er að fara að skipta nýja rofa hérna megin og við ætlum að nýta rofan sem er þarna megin fyrir þvottavél og þessu rofi verður þurrkari. Alright, smá skellur, típist þegar maður er svona 10 mínútur korter að fara að segja ykkur hérna, breytingar í lífi okkar en það er bara svoleiðis og hérna Anita skrapp og fór hún á í börnin rafvirkinn fór út í búð að versla eitthvað dót ég er búinn að skera alla kassana niður og hérna já, annars er bara rosa gott að frétta við erum bara ótrúlega mikið til af vörum núna. Við erum að fá nýja sundbóli. Það sýnir ykkur bara svona brot. Þessi sundbólur. Hérna. Þessi er geðveikur. Hérna. Já, þið getið basically bara séð þessa sundbóli á sassi.is. Og hérna. Hvet ykkur í að grípa þá. Anita veit miklu meira en ég þessa sundbóli en já, það er allt rosa flott og gott. Já. Pappa þóttu betri, það voru að fá góðari, þú ekki mér, það voru herri og kon, það dýtti, herri, krokodil, ég var að hljómsveitir og litli apa sjóðu. Ég er að pissa apinn er að pissa klúsinni. Róðu þig, þú ekki mér. Það fór maður hella gróta mitt og hægt að rólega og Þú ráði ekki mig, ég flytti. Ég gæti bara kúka.
tíminn. Það koma allt á þig. Núna þú að maður springa. 5 eftir apa, fáðu uppi þér. Vá, hvað sæt! Geturðu lokað kassanum? Já. Æ, hvað þú ert sæt. Sita. Ertu að sita? Já. Já. Má ég sjá dásunar? Nei, hann er dásur! Það engin lokið. Nei, hvað ertu búin að setja honni í? Varstu að setja poppon í þetta? Ég var brumma! Jæja, herru, þá erum við komin út. Ætlum að skjótast á einn stað og sýna ykkur það sem við erum að fara að gera núna næstu dag. Herru, þá erum við komið það sem lóðin er. Við erum sem sagt að fara að byggja hús hérna í Skarðshlíðinni. Þetta hérna er sem sagt lóðin hjá okkur og við erum að sýna útsýni. Þú ert að henda boltinn þinn og ég ætla að og þú ert að Og þetta er sem sagt útsýnið. og ég ekki svo. Útsýni hjá okkur. Og skólinn þeirra er hérna fyrir neðan. Þannig að, já, ég held að þetta sé bara geggjast staðsending og þetta verður mjög spennandi verkefni sem við erum að fara í. Og svo á mánudaginn þá erum við að fara að hitta arkitekt og við erum að fara að sjá sem sagt loka úttekt. Nei, ekkert endilega loka úttekt. Svona skissur af hvernig húsið mun hugsalega líta út og herbygginn og allt það sem er mjög spennandi. Já, nú ætlum við að fara í leikskólann og hérna bara að leika okkur aðeins. Það renna þér. Oh my god. Rendu. Hanna Björk. Hæ. Skasta boltanum. Þetta er sem sagt leiksvæðið í Skarðshlíðaskóla sem krakkarnir munu fara í. Verðið að viðurkenna að þetta svæði er geggjað. Þannig lengst er hérna hristisbraut. Hérna skólahristisbrautin. Korfboltavöllur, leiksvæði og sem sagt fyrir aftan þetta er sem sagt fótboltasvæði. Sem sagt fótboltavöllur, sparkvöllur og risastór korfboltavöllur. Og já, þetta er bara til fyrirmyndar. Við höfum komið hingað mjög oft eftir að við hérna fengum staðfest með lóð að vera hérna. Nú verðið að viðurkenna það að þetta er söguleg stund. Það er mars. Það verður að styttast í að Benjamin Dreki að hann muni eiga afmæli. Við ætlum að byrja á því að henda í smá grill. Ég veit að grillið er skítugt og ógeðslegt. Þetta var skyndiákvörðun. Það verður grillað. Herru, þá erum við búin að grilla. Fyrsti sem fekk tilbúinn hamborgara. Það var Baltasar Levi. Það lúkar. Herru, ég steingleymd að enda vídeobloggið þannig ég ætla að enda þetta núna. Bara taka æsla fyrir áhorfum Mundu. Þú ert frábær. Þú getur gert allt svo vilt. Njótu lífsins. Sjáumst þú á morgun. Takk fyrir mig. Bye bye.